Góðan dag, kæru áhorfendur og fundargestir hér í Ráðhúsinu. Við erum mætt hér til fundar númer 326 í bæjarstjórn Hornafjarðar, Sveitarfélags Hornafjarðar. Í dag er 12. september og klukkan er rétt rúmlega 3. Þá setjum við fundinn. Ég er að nota hérna listahamar hérna sem ég reikna með að Ragnar Ímsland hafi verið gert á síðan nokkala. Bara svona segja ykkur það. Alltaf gaman að sína hamar, sko. En í dag hér mætt Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Skúli Ingólfsson, Eyrún Fríða Árnadóttir, Guðrún Stefánía Voppbjörn Ingólfsdóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson en Ásgerður Kristín Gylfadóttir fjárverandi. Í stað hennar situr fundinn Gunnhildur Ímsland. Sigurjón Andrésson bæjarstjóri er einnig hér ásamt starfsfólki Sveitarfélagsins, Jónu Benný Kristjánsdóttur og Tjörva Óskarssonar sem sér útsendingu fundarins og hún Arndís Lára Kolbrúnadóttir sem ritar fundargerð. Það eru nokkrar fundargerðir sem liggja hérna undir, nokkrir fundir bæjarráðs og önnur mál. Þannig að það er ekki eftir neina að bíða. Við förum hér á fyrsta mál á dagskrá, það er fundur bæjarráðs númer 1139. Undir þessum fundi eru fundargerðir velferðarnefndar númer 34 ásamt nokkrum öðrum málum. Gef hér orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður sér engin hljóðs, þannig að þá ætla ég að biðja ykkur að gefa mér merki ef þið samþykkið þessa fundargerð. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í hérna, nú ætla ég að ná hérna aðeins í kossabókina mína, Þá förum við hér í fundargerð bæjarráðs númer 1140. Þetta er annar liður á dagskrá, fyrirgefiði. Annar liður á dagskrá og það er fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 1140. Undir þessum fundi er fundargerð fræðslu- og frístundanefndar númer 115 ásamt öðrum almennum málum. Ég gef hér orðið laust. Eyrún, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mig langaði að tala undir fundargerð fræðslu- og frístundanefndar, þar undir 4. lið og langaði að nýta tækifærið og vekja athygli á því að núna fram til áramóta verður tilraun opnun í þrykkjunni fyrir ungmenni á aldrinum 16-20 ára. Undanfarið hefur verið mikið ákall í samfélaginu eftir ungmennahúsi og úrræðum fyrir börn á þessum aldri og þrátt fyrir að slíkt hús sé ekki ennþá komið að þá er þetta tilraunaverkefni ánægjulegt skref. Mér langar að hvetja ungmennin okkar til þess að nýta sér hana og áramót verður verkefnið endurskoðað og ef vel tekst til er ætlunin að halda þessu út skólaárið. Takk fyrir Eyrún, fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð númer 1140 bæjarráði. Svo er ekki, þá ber ég henni hér upp til atkvæða. Þeir sem eru henni samþykkir víslegast gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í 3. lið á dagskrá í dag. Það er fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 1141. Undir þessu fundi eru fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar númer 83 sem og atvinnu- og menningarmálanefndar númer 66 auk annarra almenna mála. Gef hér orðið laust. Hjördís, Eyrún, já, ég er alveg bara. Hjördís, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langaði bara aðeins að taka til máls undir lið nr. 2 sem er fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar. En umræðefnið er samt ekkert sérstakt mál í þeirri fundargerð, heldur langaði mig bara að koma inn á að þetta var síðasti fundur Eyrúnar Helgu Ævarsdóttur sem forstöðumanni menningarmiðstöðvar Hornafjarðar. Þar sem að hún hefur lokið störfum. Mig langaði bara að þakka henni kærlega fyrir samstarfið og óska henni velfarnaðar á nýjum slóðum. Takk fyrir Hjördís, ég efast ekki að taka öll undir þetta. Eyrún, gjörðu svo vel.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langaði að tala undir 2 liðum þessara fundargerðar, annars vegar lið 10, samgönguhátíðin, og viðeigandi kannski að koma inn á eftir Hjördísi og af því að mig langaði að þakka öllum, kannski sérstaklega Eyrúnu og Helgu, fyrir störf sín við undirbúning samgönguhátíðarinnar sem haldin var núna daginn til að fagna 50 ára afmæli Skeiðarárbrúar og Hringvegarins. Mig langar einnig að þakka atvinnu- og ferðamálafulltrúa og öðru starfsfólki menningarmiðstöðvarinnar, atvinnu- og menningarmálanefnd ásamt öðrum. Ég vil líka þakka Vegagerðinni fyrir mjög gott samstarf við undirbúning hátíðarinnar og góða mætingu. Á heimasíðu sveitarfélagsins má núna sjá upptökur af ávörpum og erindum sem haldin voru og mig langar að hvetja alla til að líta á þessi fróðlegu erindi. Erindin varpa ljósi á ekki bara þróun vegagerðar á landinu, heldur einnig sögu Öræfa og hvernig hringvegurinn hafði áhrif á lífið þar í sveit. Að lokum vil ég þakka öllum sem að lögðu á sig að koma, taka þátt í hátíðarhöldunum og fögnum þessu merka áfanga með okkur. Mig langar einnig að taka til máls undir lið 4, hönnun íþróttahús og kannski vekja hans athygli á hvernig staðan núna í undirbúningnum. Á síðustu vikum hefur mjög mikið áunnist og núna eru nýjustu teikningar til umræðu hjá hagsmunaaðilum. Á morgun munum við í stýrihópnum fá til okkar ráðgjafa hingað á Höfn til að rýna með okkur svæðið og hitta fræðslu- og frístundanefnd og fleiri. Í kjölfari munum við eiga fund í næstu viku með öllum íþróttadeildum og heyra þeirra skoðanir á teikningunum og hvernig þeirra starf mun geta rúmast þar inni. Mig langar þó enn að ítreka það að öll gögnin eru aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins og þar má sjá þær teikningar sem eru í umræðinu núna. Mig langar að hvetja alla til að setjast yfir þetta, kíkja á teikningarnar og kynna sér málið. Að ræða risastóra framkvæmd sem á að þjóna sveitarfélaginu í fleiri áratugi. Og því mikilvægt að fá inn sjónarmið sem allra flestra svo að við í stýrihópnum getum tekið sem skynsamlegasta ákvörðun. Takk. Takk fyrir Eyrún. Sigurjón, þú vorst búin að vinka. Já, Björgvin líka, já. Flott. Sigurjón, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að taka til máls undir fundi hafnarstjórnar sem lá fyrir bæjarráði, fundi 11:41. Nei, fyrirgefið, mig langar að ræða hringtorkið sem undir bæjarráði þarna. Og ekki að fara vilt á blaðinu hérna. Mig langar að upplýsa það að við höfum verið í samtali við Vegagerðina og átt samvinnu við Vegagerðina undanfarið með það markmiði að losna við þessi 2 T-gatnamót sem eru sett samkvæmt núverandi veghönnun á veginn þar sem hann liggur yfir Hornafjarðarfljótinn og mætir veginum sem liggur hingað inn á Höfn og síðan upp í Nes. Ég kann ekki söguna, er nú ekki búin að vera hérna það lengi, söguna aftur í tímann, hvers vegna ekki var teiknað hringtorg á veginn upphaflega. En við erum hins vegar með mikla sannfæringu fyrir því og Vegagerðin deilir því með okkur að ef við ætlum að ná niður umferðarhraða á þessum stað þar sem að margir aka daglega og jafnvel oftar en 2 á dag og með við þann umferðarþunga sem nú þá sé eina leiðin að setja hringtorg á veginn. Og þessu sjónarmiði deilir Vegagerðin með okkur og hefur verið í góðu samstarfi við okkur eins og ég sagði. Við teiknuðum upp svona hvernig við myndum helst vilja sjá hringtorgið koma á veginn og áttum samtal við landeigendur vegna þess. Og þeir landeigendur sem við áttum samtal við í upphafi og sú leið sem við vildum helst fara með hringtorgið, það samtal gekk ekki vel og þeir landeigendur eru ekki tilbúnir að láta sitt land undir veginn. Og það alveg auðséð að ef að Vegagerðin fer í eignarnám vegna vegarins, þá munu framkvæmdir tefjast mikið. Og þess vegna höfum við farið núna aðra leið og fært hringtorgið á aðeins annan stað þar sem það fer ekki í gegnum land þessara tilteknu landeigenda sem að bara eðlilega vilja ekki sjá á eftir sínu framtíðar ræktunar og uppbyggingalandi undir veginn. Og þá liggur veglínan í gegnum lönd 2 annarra fjölskyldna
og við höfum átt samtal við þá aðila og það samtal gengur vel. Það er ekki búið að klára samning kaup á þessu landi undir veginn, það er ekki stórt land að ræða en það er samt sem áður eitthvað sem við þurfum að klára sem allra fyrst og síðan eru samtöl við viðeigandi stofnanir eins og Skipulagsstofnun og Náttúrufræðistofnun. Það er verið að gera rannsóknir á miðað við þessa veglínu en það sem er jákvætt í þessu er það að svona það fer að sjást til lands í þessu og við erum mjög vongóð að við getum losnað með þessi 2 T-gatnamót og fengið hringtorg á veginn og náð þannig niður umferðarhraða, aukið öryggi og tryggt það að það sé hægt að setja hjólandi, gangandi, ríðandi samgöngur á dagskrá með einhverjum hætti. Ég vildi bara svona upplýsa þetta en þegar að fólk sér kannski teikningarnar í fyrsta skipti þá mun það örugglega undrast af hverju setið það þarna en ekki hérna og það er einfaldlega vegna þess að þetta er ekki einfalt mál að koma inn í ferlið svona seint og reyna að finna niðurstöðu en niðurstaðan sem er á borðinu núna er hins vegar bara virkilega jákvæð og við teljum að hún muni henda okkur mjög vel. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Björgvin, þú varst búinn að gefa mér vink. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundamenn, ég ætla líka að taka til máls undir öðru máli á bæjarráðsfundinum en það var 67. fundur atvinnu- og menningarmálanefndar og ég tek undir með Hjördísi og þakka Eyrúnu fyrir góð störf og samstarfið undanfarin ár. En ég ætla einnig að ræða þarna undir fundargerðinni 4. mál en það er Vatnajökulsþjóðgarður, fundargerði stjórnar og svæðisráðs. Þar var 130. fundur svæðisráðs Suðursvæðis frá því 19. ágúst síðastliðinn og þar undir er 4. mál dagskrá Jökulsárlón, uppbygging innviða og staða mála. Undir þessum lið kemur fram að bráðabirgðasalerni sem boðin voru út í sumar er á lokastigi. Samkvæmt fundargerð stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs frá 198. fundi sem haldinn var 27. maí var útboðið komið af stað þá. Nú gera áætlanir fyrir að ný salerni verði ekki tekin í gagnið fyrr en næstu áramót. Ég verð að taka undir með svæðisráði sem harma hvað verkið hefur dregist. Það er með ólíkindum hvað það hefur tekið langa tíma að koma þessu verkefni áfram og vekur mikla furðu. Eins og með almenna innviðauppbyggingu við Jökulsárlón. Aðstaða við Jökulsárlón og þá sérstaklega salernisaðstaða hefur langt árabil verið ábótavant og þjóðgarðinum til mikillar skammar, sérstaklega sem einum allra vinsælasta áfangastað Íslands. Þetta getur og hefur öllum líkindum koma óorði á ferðaþjónustuna í heild sinni á þessu svæði. Því er mjög miður að þessi innviðauppbygging í tengslu við salernin gangi ekki betur en raun ber vitni og hvetji stjórnendur þjóðgarðsins að flýta þessari framkvæmd eins og frekast er kostur. Takk fyrir. Fyrir Björgvin. Sigurjón, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, sem formaður svæðisráðs Suðursvæðis og aðili í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs að þá vil ég taka undir þetta með Björgvin og það er ekki bara salernið við Jökulsárlón sem að þarfnast uppbyggingar, það er öll aðstaðan. Ég vek athygli á því að í frumvarpi til fjárlaga núna þá kom inn heimild, er óskum heimild til þess að fara í uppbygginguna og það er vel en okkar barátta fyrir því að þessi uppbygging sé í takt við eitt af 4 markmiðum þjóðgarðsins að styrkja nærsamfélög og heimabyggð. Henni er haldið á lofti og við erum í stöðugu samtali við þingmenn og aðra vegna þess. En varðandi salernin að þá held ég að ég geti sagt að það hefur verið pressa frá svæðisráði að flýtja því eins og kostur er og mér skilst að þau verði komin upp strax núna á haustdögum. Þannig að áramótin séu ekki í boði
en það gríðarlegu fjöldi sem að kemur hérna og það voru 130.000 manns sem komu á Jökulsárlón að lágmarki núna í ágúst, sem ekki met í ágúst en það slagar hátt í það. En þetta alveg rétt, þetta hefur verið bara orðspors áhætta fyrir okkur aðstæðan þarna og við erum að sannarlega reyna að bæta úr því og það hefur verið mikill kraftur í vinnunni í kjölfar ályktana svæðisráðs hjá starfsfólki í þjóðgarðsins. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Fleiri sem vilja taka til máls til þessari fundargerð? Áður en ég ætla að leyfa ykkur að kjósa, þá ætla ég aðeins bara að því að vitna hér í málþingi góða eða það sem var út í Hofgarði og mér fannst ótrúlega skemmtilegt að hlusta á erindi hennar Svanhvítar Helgu þar sem hún les upp úr sögu Þórbergs Þórðarsonar Vatnadagurinn mikli. Þetta er svo myndrænt og ljóðrænt og svo bara nokkrum dögum seinna var komið alveg ægilega mikið vatn í Jökulsárna mína upp í lóni og ég las þetta aftur þá og þetta var alveg bara eins og að vera bara á hesti að horfa á þetta allt saman. En þetta var algjör útúrdúr, bara gaman að þessu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Svo ekki, við erum hérna í fundargerð nr. 1141 Bæjarráð Hornafjarðar. Allt komið til skila sem menn við þar, þá ætla ég að bera hana upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykkir vinsælst gefa merki. Hún samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í bæjarráð lið nr. 4, það Bæjarráð Hornafjarðar nr. 1142. Og undir þessum fundi eru fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 84 sem og hafnarstjórnar Hornafjarðar nr. 264 ásamt öðrum almennum málum. Orðið er laust, gjörið þið svo vel. Já, Sigurjón, þú varst fyrstur, bara því að... Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þá ætla ég að nefna varðandi fundargerð hafnarstjórnar og aðeins að upplýsa um 2 mál þar sem að tengjast bæði grynslónum okkar. Nýlega var birt á þessum hafnarstjórnarfundi þá fengum við kynningu nýjustu rannsóknir á grynslónum og svona áfangaskýrsla frá DHI var lögð fram og áfram lítur það vel út að niðurstaðan virðist vera svo að garðar á grynslum geti komið að mjög góðu gagni til að hindra sandburð á grynslónum og sandsöfnun og þetta lofar góðu og við eigum von á því núna í lok september að fá lokaskýrslu frá DHI verkið. Og það hefur verið mjög ánægilegt að vinna þetta með hafnarstjórninni og líka með skipstjórum frá Skinney á svæðinu og síðan vegagerðinni og þessum dönsku sérfræðingum. Og síðan var annað mál sem var varðandi dýpkun á grynslónum að þá er mjög ánægilegt líka að upplýsa það að við erum búin að gera samning dýpkun á grynslónum fyrir þetta ár líkt og í fyrra og það kemur til okkar skip, mjög öflugt dæluskip, dýpkunarskip frá Hollandi. Það kemur áramótin og í byrjun janúar munu þeir hefja dýpkun og að hámarki verða 130.000 rúmmetrar teknir úr skurðinum. Það getur orðið minna, það er að segja ef það verða einhverja leifar af skurðinum eftir, en það virðist vera nú þegar að frá dýpkuninni sem í fyrra að þá skurðurinn að hluta til ennþá þar sem hann á að vera og þau skip sem hafa verið að koma inn hlaðin hingað til Hornafjarðar undanfarið að þau hafa ekki verið að taka niðri. Það hins vegar þessa dagana verið að mæla skurðinn og við eigum von á því svona bara fyrir en síðar að sjá hvernig staðan á honum. En mér minnir að ef hann orðinn fullur þegar að skipi kemur á mánu gera ráð fyrir því eftir vetrarveðrin þá verði þetta 130.000 rúmmetrar og mér minnir að það séu
meðaldýptin sé 10,5 eða 11 metrar sem verður grafið þarna niður. En þetta eru mjög ánægjulega fréttir, mjög ánægjulegt að við séum að fá öflugt dýpkunarskip og samstarfið við Vegagerðina þarna hefur verið til mikillar fyrirmyndar. Kostnaðurinn við þetta, samningurinn er gerður sem verkkaupi, þá er það Hafnarsjóður en það eru endurgreiðslur að fullu frá Vegagerðinni. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón, Stefanía, þú ert búin að gefa vink og Björgvin á. Þú ert næstu Björgvin minn? Já. Nei, Stefanía, já. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla að tala undir lið 8 í þessari fundargerð, en það er leikvöllur á Leirusvæðinu. Það er ánægjulegt að sjá að hönnunin sé klár, þó að það hefði auðvitað verið ákjónsalegt að sjá hann í framkvæmd í sumar. Leiktækin sem sýndur á teikningunum voru að einhverju leyti valin af börnum í hverfinu, enda eru þau best til þess fallin að segja hvaða tæki eru skemmtilegust að leika í. Ásamt leikvelli þá verður einnig gerður göngustígur til að tengja hann vel við hverfið. Einnig er verið að skoða hraðatakmarkandi aðgerðir á Fákaleiru til að sporna við hraðaakstri sem er því miður allt of algengur innan bæjar. Takk. Takk fyrir Stefanía. Björgvin minn, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn, ég vil taka til máls þarna undir 7. máli, Humarhátíð 2024. Ég vildi bara nota tækifæri hér og þakka Humarhátíðarnefnd 2024 kærlega fyrir vel heppnaða og skipulagða hátíð líkt og áður. Það var í nógu að snúast hjá nefndinni eins og áður, en veðri framan af helginni sá til þess að verkefnin urðu ennþá ærari í þetta skiptið. Og þegar möguleiki var á að hátíðartjaldið myndi yfirgefa svæðið í rókinu skilst mér að andvökunótt hefði verið hjá að minnsta kosti hluta nefndarinnar. Það er langt í frá sjálfsagt að einstaklingar séu tilbúin að standa í svona mikilli vinnu fyrir okkur hinn og ber í miklu virðingu fyrir því. Nefndin hefur ekki útilokað að koma að undirbúningi hátíðarinnar á næsta ári og vona ég svo innilega að þau séu enn og aftur tilbúin að gefa af tíma sínum til undirbúnings hátíðarinnar. Fjölmargir sjálfboðaliðir komu einnig að undirbúningi og framkvæmd hátíðarinnar og ber einnig að þakka þeim fyrir óeigingert starf, ásamt félagasamtökum og fyrirtækjum. En að lokum Anna, Emil, Guðrún, Stefanía, Sigga, Viktoría og Erla, takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir þetta Björgvin. Þau voru að hvetja mig hérna til þess að við ættum að taka undir þetta með að gefa þeim öllum bara eitt gott klapp. Við skulum bara gera það, 1, 2 og nú. Takk fyrir. Fleiri sem vil taka til máls, Hjördís, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að byrja að taka undir hvert orð sem að Björgvin Óskar var að segja hérna sko. Þar sem ég ætla líka að ræða Humarhátíð, lið nr. 6. Humarhátíðin var haldin venjusamkvæmt í lok júní á þessu ári. Humarhátíðarnefnd var skipuð fjölbreyttum hóp úr samfélaginu sem stóð á allri skipulagningu og umgjörð hátíðarinnar. Hátíðin var í alla staði mjög vel heppnuð og allir viðburðir vel sóttir og ég get sagt eins og fyrir mitt heimili þá var bara farið snemma að sofa út af því að barnadagskrárin var svo góð að það var allir allt of þreyttir, sem er geggjað. Íslenska sumarveðrið, eins og Björgvin kom inn á, hafði áhrif á þessa hátíð eins og margar fleiri á landinu þetta árið. En ég vil meina að nefndin hafi bara unnið þrekvirki þegar allt var við það að fjúka í byrjun hátíðarinnar, en skjót viðbrögð urðu til þess að áhrif á dagskrá urðu engin, vel gert. Þessi hátíð verður ekki til úr engu. Og mér langar að þakka nefndinni innilega fyrir velunnin störf og vona að áhugasamir hafi samband að taka þátt fyrir næstu Humarhátíð sem að fer í undirbúning núna mjög fljótlega og það verður auglýst. Ég ætla líka að taka til máls undir lið númer 4
Það er afkomendur Rafns Eiríkssonar og Ástu Karlsdóttir hafa ákveðið að gefa sveitarfélaginu styrk til forvarnastarfs að upphæð 250.000 krónur í minningu foreldra sinna. Mér langar bara að þakka kærlega fyrir þennan veglega styrk. Hann mun koma að mjög góðum notum í forvarnastarfi sveitarfélagsins og við munum kynna þegar þar að kemur í hvað hann verður nýttur. Bestu þakkir. Takk fyrir Hjördís. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð. Sigurjón, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, mér langaði að ræða líka aðeins annað mál sem undir fundargerðinni sem Sindri og endurnýjun samstarfssamning við íþróttafélagið okkar, Sindra. Unnið að endurnýjun samningsins en samningurinn rennur út næstu áramót. Núverandi samningur var gerður til 5 ára, það mig minnir, og við höfum verið í samtali við yfirstjórn Sindra og framkvæmdastjóra undanfarið til þess að finna leiðir til að endurnýja samninginn og hvar við getum svona mögulega borið niður til þess að bæta eins í. Á síðasta ári þá styrktum við Sindra aukalega ofan á samstarfssamningi sem var í gildi til innleiðingar á bókhaldskerfi sem er stórt skref sem að þau að stíga í átt að því að verða fyrirmyndarfélag ISÍ. Og fyrirmyndarfélag ISÍ ákveðin svona gæðastaðall sem að Sindri sem íþróttafélag stefnir hraðbyri á að ná. Við styrktum líka félagið sérstaklega á síðasta ári til kaupa til endurnýjunar á annarri bifreið félagsins og það til skoðunar núna að gera nýjan samning við Sindra þess eðlis að það verði sérstaklega tekið á ökutækjum og bílum sveitarfélagsins og tryggt að okkar verðmætasti farmur í hvert skipti sé eins öruggur og kostur Og þá eru líka viðræður að koma sérstaklega með styrk að afreksstarfi félagsins. Við stefnum að því að skrifa undir á 90 ára afmæli Sindra sem verður sunnudaginn 1. desember næstkomandi. En þá ætlar félagið að halda veglega upp á afmælið og við munum væntanlega svona splæsa afmælishátíðinni saman við aðventuhátíðina okkar. Og ég hvet alla bara til að taka 1. desember frá í því sambandi. En þessar viðræður hafa bara gengið vel og við erum öll á einu máli að við erum öll Sindri og þetta frábæra starf sem þar unnið náttúrulega bara ekki bara mikilvægur þáttur í öllu okkar æskulýðs og forvarnastarfi heldur líka Sindri bara stór hluti af sjálfsmynd okkar Hornfirðinga og við viljum öll félaginu vel. Þannig að ég vildi aðeins svona greina frá þessu. 1. desember, 90 ára afmæli Sindra. Takk fyrir Sigurjón. Við erum í fundargerð númer, við erum með lið númer 4, fundargerð númer 1142 í Bæjar og Hornafjarðar. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Svo ekki, þá ætla ég að bera hana hér upp til atkvæða þeir sem henni samþykkir vísast gefa merki. Takk fyrir. Þá förum við í önnur mál hér. Það er mál nr. 5, það er landeignaskrá, hnappavellir, landskipti. Óskað er eftir samþykki sveitarfélagsins vegna skiptingar á jörðinni hnappavellir í Öræfum. En eigendur jarðarinnar sem í óskiptri sameign 4 lögbýla að skipta með sér hluta hins óskipta lands, þar að segja öllu ræktuðu landi jarðarinnar. Einnig verið að staðfesta merkjalínur á milli aðliggjandi jarða Kvískers að austan og Fagurhólsmýrar að vestan. Í landskiptum þessum ekki verið að stofna neinar nýjar lóðir og hlunnindi verða áfram í óskiptri sameign. Umhverfis- og skipulagsnefnd taldi að stofnun lóðanna hefði ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar samkvæmt samanber 6. grein jarðalaga nr. 81
sem árið 2004. Hér gef ég orðið laust fyrir umræður þetta. Kveður sem engin hljóðs því leggja til að bæjarstjórn samþykki landskiptagerðina enda samræmist hún skipulags áætlun. Þeir sem eru þessi samþykkir vilja gefa merki. Þetta er samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í lið númer 6. Það er Breiðabóls torfa fjarskiptalóð, breyting á aðalskipulagi, deiliskipulagi. Lögðu fram hér tillaga að breyting á deiliskipulagi í Breiðabólsstaða torfunnar, þar sem bætt er við nýrri lóð fyrir fjarskiptamastur og tilheyrandi tæknibúnað. Allt að 15 metra hátt fjarskiptamastur verður heimilað innan hennar ásamt smáhýsi. Orðið er laust, gjörið svo vel. Það kveður sér engin hljóðs því leggja til að bæjarstjórn samþykki óverulega breytinga á deiliskipulagi Breiðabólstorfunnar samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ekki er talin þörf á grenndarkynningu samkvæmt 44. grein skipulagslaga þar sem leyfi allra landeigenda liggur fyrir. Við gefa merki og þessu samþykk. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið númer 7. Það er breyting á aðalskipulagi í landi Hofs í Öræfum og landskipti. Breyting aðalskipulag sveitarfélagsins Hornafjarðar frá árið 2012 til 2030 vegna nýs verslunar og þjónustusvæðis við Hvalvörðugilslæk var auglýst í lögbirtingablaðinu skipulagsgáttmál nr. 626/2024 sem á heimasíðu sveitarfélagsins frá 11. júlí til 30. ágúst 2024. Samhliða var auglýst deiliskipulag fyrir svæðið. Umsagnir bárust frá Veðurstofu Íslands og Minjastofnun Íslands. Orðið er laust, gjörið svo vel. Það kveður sér engin hljóðs. Þá bara ætla ég að leggja þetta undir. Þetta er þessu samþykk, við slúðum skeðamerki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá förum við hér í mál nr. 8. Það er deiliskipulag Víkurbraut 1. Lögð fram er tillaga eftir auglýsingu að deiliskipulagi fyrir miðsvæði Víkurbraut 1 og 5, Álögaveg 2 og Heppuveg 5 og 7. Samhliða eru lagðar frá breytingar á skipulagsmörkum aðliggjandi svæða. Deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið við Krossey frá 2014, deiliskipulag við Víkurbraut, Höfn Hnattleikjahús frá 2008, sem á deiliskipulag Hafnarvíkur Heppa Höfn frá 2012. Tillögurnar voru auglýstar frá 22. maí með athugasemdafresti til 3. júlí 2024. Umsagnir bárust frá Rarik og Minjastofnun Íslands. Orðið er laust þessa deiliskipulagsbreytingu. Það kveður sér engin hljóðs. Því leggja til að bæjarstjórn samþykki tillöguna að deiliskipulag fyrir miðsvæði. Það er Víkurbraut 1 og 5, Álögaveg 2 og Heppuveg 5 og 7 með þeim breytingum sem gerðar hafa verið eftir auglýsingu. Einnig legg ég til að samþykktar verði breytingar að skipulagsmörkum aðliggjandi svæða, deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið við Krossey, deiliskipulag við Víkurbraut, Höfn Hnattleikjahús og deiliskipulag Hafnarvíkur Heppa Höfn samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Þeir sem eru þessi samþykkir vinstast gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við hér í 9. lið á dagskrá í dag. Það er endurskoðun reglna sérstakan húsnæðisstuðning. Sveitarfélögum ber að setja sér reglur sérstakan húsnæðisstuðning samkvæmt lögum nr. 40 síðan árið 1991 félagslega þjónustu sveitarfélaga með síðari breytingum. Núverandi reglur sveitarfélagsins voru samþykktar í lok ársins 2016 þegar lögin voru samþykkt og hafa ekki verið endurskoðað síðan að því undanskildu að tekju- og eignamörk eru uppfærð hver áramót. Nú er lögð fram breyting
Nú er lögð fram hér tillaga að nýjum reglum sérstakan húsnæðisstuðningi sveitarfélaginu á Hornafirði þar sem þær eru aðlagaðar að skipuriti og verkferlum á velferðarsviði. Viðmið og ákvæði þeirra eru samræmd því sem tíðkast í öðrum sveitarfélögum og innleitt samræmt mat á félagslegum aðstæðum umsækjanda. Hér gef ég orðið laust þetta mál. Þessa tillögu. Það kveður sér engin ljós. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki tillöguna og samþykki reglur sérstakan húsnæðissamning samkvæmt lögum nr. 40 árið 1991 félagsþjónustu sveitarfélaga. Þeir sem eru þessu samþykkir virðast gefa merki. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 10. lið á dagskránni. Það er gjaldskrár fræðslu- og frístundasviðs árið 2024-2025. Gjaldskrár sem tilheyra skólum og fræðslu- og frístundasviði hækka frá og með 1. ágúst ár hvert og hafa gert það undanfarin ár. Hækkun vísitölu framfærslukostnaðar og vísitölu neysluverðs var 5,9% síðastlið ár en í samræmi við ákvörðun bæjarráðs á 14. maí síðastliðnum að sveitarfélagið Hornafjörður stilli hækkunum á gjaldskrám sem snúa að barnafjölskyldum og fólki í viðkvæmri stöðu í hóf, leggur fræðslu- og frístundanefnd til að gjaldskrá skólana verði hækkaðar 3,5% en ekki 5,9% frá og með 1. ágúst. Gjaldskrá er lögð hér fram til staðfestingar. Ég gef orðið laust þessar gjaldskrárbreytingu. Eyrún Gjörsvöll. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, það er mest kannski bara gaman að taka til máls þessu máli, minna á að það var einhugur í bæjarstjórnum það að við myndum leggja okkar að mörkum í undirritun kjarasamninga til lengri tíma, að við myndum halda okkar gjaldskrám hóflegum, hækka ekki mikið og þó sérstaklega til að hlúa að barnafjölskyldum. Þetta er fyrsti liðurinn í því, að halda þessum hækkunum í 3,5% eins og áætlað var og bara þakka bæjarstjórn fyrir þann einhug sem við höfum sýnt í þessu máli. Takk. Takk fyrir Eyrún. Fleiri sem vil taka til máls undir þessu? Svo ekki, þá ætla ég að leggja þetta til að bæjarstjórn samþykki hækkun á gjaldskrá 3,5%. Þeir sem þessu samþykkir virðast gefa merki. Það eru 7, samþykkt með 7. Þá förum við hér í lið nr. 11 á dagskránni. Það eru viðaukar við fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2024 og þeir eru lagðir hér fram og Sigurjón bæjarstjóri ætlar að gera hér grein fyrir viðauka 6 við fjárhagsáætlun 2024. Gjörðu svo vel, Sigurjón. Takk Gauti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að gera grein fyrir viðauka 6 við fjárhagsáætlun 2024. Þar erum við að óska eftir auka fjárveitingu vegna námskeiðahalds fyrir forstöðumenn og stjórnendur. Og viðaukinn hljóðar upp á 4,6 milljónir og honum er mætt þarna með hækkun á skammtímalánum en það kannski þegar þú tekur pening út úr áætlun þá þarftu eitthvað stað út úr áætlun, þarftu að sýna einhverja niðurstöðu og við vorum búin að ganga á handbært fé en ég held að sé hins vegar ljóst að í framkvæmda áætlun ársins sem við munum ræða í bæjarstjórn í næstu viku þá mögulega þurfum við að gera viðauka sem er í raun og veru jákvæður afkomu viðauki þar sem að við munum ekki ná að öllum líkindum að framkvæma fyrir allan peningin sem við settum í framkvæmdaáætlun og við höfum verið meðvituð það því að við höfum verið að samþykkja viðauka undanfarið. En aftur að þessum viðauka að þá erum við að fara með stjórnendur sveitarfélagsins á námskeið hjá Kvan sem er svona leiðtogaþjálfun og áherslan á þessu námskeiði er á svona styrkleika einstaklingsins og teymanna, leiðtogahæfni og liðsheild, starfsanda og menningu og
Við teljum það að með þessu getum við haft mjög jákvæð áhrif á og þroskað okkar fólk í stjórnum með sitt fólk og byggt upp meiri helgun og öflugri hóp starfsmanna. Og ég legg eindregið til að við samþykkjum þetta. Það má líka gera grein fyrir því að í leiðinni að við munum fá einhverjar endurgreiðslur á þessari fjárhæð, þannig að hún verður ekki að endingu 4,6 milljónir þrátt fyrir að við þurfum heimildina fyrir öllu, en það er erfitt að sjá það í upphafi hversu háar endurgreiðslurnar verða frá stéttarfélögum vegna þessa náms. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Já, fleiri, við má gefa orðið laust hérna ef menn vilja ræða fjárauka númer 6. Það er mjög gaman að fara á námskeið á Hvanneyri, ég hef gert það. Mjög hvetjandi. Ég legg til því að enginn kveður þessu hljós, þá legg ég til að við samþykkjum að bæjarstjórn samþykki viðauka númer 6 og beri hann hér upp til atkvæða þeir sem samþykkir við samþykkiðamerki. Þannig að samþykktir með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í lið númer 12. Það er annar áætlun, það er annar viðauki við fjárhagsáætlun árið 2024 og hann er númer 7. Sigurjón, þú gerir grein fyrir þessu. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að gera grein fyrir viðauka 7 við fjárhagsáætlun. Hér er viðaukinn sá að það er loftpressa sem er ónýtt í slökkvistöðinni hjá okkur. Við þurfum að halda ákveðnum þrýstingi á tækjum og ökutækjum þar og þess vegna óskar slökkviliðsstjóri eftir því að kaupa nýja loftpressu. Viðaukinn hljóðar upp á 844.000 og líkt og fyrir viðauka þá er honum mætt með skammtíma lánum. Takk. Takk fyrir. Sigurjón, gefa orðið laust hér þennan viðauka númer 7. Það kveður sig engin hljós, því ég legg til að bæjarstjórn samþykki viðauka númer 7 og beri hann hér upp til atkvæða. Þeir sem honum samþykkir vil semst gefa merki. Og samþykkt númer 7. Þá förum við hér í 13. lið á dagskránni og það er ráðningarsamningur í bæjarstjóra og Sigurjón Andersson víkur hér á fundi. Og samningurinn gildir frá árið 2022 til 2026. Í 5. grein ráðningarsamnings sveitarfélagsins við bæjarstjóra segir: Bæjarsjóður greiðir 50% af húsaleigu bæjarstjóra í 24 mánuði frá því að hann hefur störf. Einnig stendur óskar bæjarstjóri eftir því að framlengja þetta ákvæði út ráðningarsamningsins til árið 2026. Gert er ráð fyrir þessum greiðslum í áætlun ársins og tekið verið tillit til þess ef þetta er samþykkt í áætlun fyrir næsta ár. Nú gef ég orðið laust hér þetta mál. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þegar þetta mál kom fyrir bæjarráð 27. ágúst síðastliðinn lagði fulltrúi okkar í framsókn til að bæjarsjóður myndi greiða 25% af húsaleigunni í stað þess að greiða 50% af henni áfram, eins og óskað var eftir. Sú tillaga var ekki samþykkt. Það hefði líka verið hægt að leggja til að halda sig við upprunalega ráðningarsamninginn sem gerði ráð fyrir að sveitarfélagið myndi ekki greiða neina húsaleigu 24 mánuðum eftir að bæjarstjórinn hefði störf. En með tillögu fulltrúa okkar hefði verið komið á móts við óskir bæjarstjóra og að mínu mati hefði farið vel á því að samþykkja það. En eins og fyrr segir var það ekki samþykkt og fulltrúi okkar sat því hjá við afgreiðslu málsins á umræddum bæjarráðsfundi. Mér sjálfum fyndist eðlilegt að lækka þetta hlutfall í skrefum eins og fulltrúi okkar lagði til og mun ég því sitja hjá við afgreiðslu þessa máls hér. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin. Orðið er laust ef fleiri vilja tjá sig. Svo er ekki, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að halda áfram að greiða 50% af húsaleigu bæjarstjóra út kjörtímabilið. Þeir sem eru þessu samþykki vil semst gefa merki.
Þetta er samþykkt með 5, einhver á móti, enginn á móti og 2 fulltrúar B-lista sitja hjá. Þá bara held ég að dagskráin sé tæmd og ég hleyp ykkur hér út í síðsumar og veðrið góða í Hornafirði. Takk fyrir fyndin og slítum hér með.